Skansaði bara á mig. Já. Við erum lausast á það. Já. Við þurfum að koma. Stutt í okkur. Ígó, góðan daginn. Get ég aðstofa þig? Nei, sælir. Já, eitt svona. Ekki máli. Sælir, þið klár? Blessaður aftur. Hvernig gengur? Alltaf smella. Áhorfendur og velkomnir með okkur á leik Breiðabliks og Gróttu í 16. úrslitum bikarkeppninnar. Arnar Björnsson heiti ég og við erum að lýsa þessum leik á Blikar TV til þess að sinna þörfum stuðningsmanna liðsins, því að í dag eftir allar vendingarnar í COVID-málunum að þá var ákveðið að engir áhorfendur væru á þessum leik og því komast þeir sem ætlu á völlin ekki til þess að fylgjast með þessum leikan. Þetta afar þýðingamikill leikur. Í boði sæti í 8 liða úrslitum bikarkeppninnar og þar vilja Blikar að sjálfsögðu vera. Það eru töluverðar breytingar á liði Breiðabliks frá síðasta leik, frábærum sigri á Skagamönnum þar sem að Breiðablik leik frábæran fótbolta og þó einkum í fyrri hálfleik þegar þeir völtuðu yfir Skagamenn sem að sá ekki til sólar og þeim leik lyktaði með öruggum sigri, 5 mörkum gegn 3 og við ætlum kannski að renna yfir liðin sem að spila í dag. Elvar Freyr að venju í banni, hann ákvað það á síðustu leiktíð að vera í banni út leiktíðina og geti spilað í fyrsta lagi í bikarúrslitum eða Breiðabliks kemst þangað. Erum við ekki henni? Róbert Orri Þorkelsson ekki með í kvöld og það sama við Alexander Helga Sigurðsson og Tómas Mikkelsen, en inn í liði koma þeir Davíð Ingvarsson, Benedikt Varen, Oliver Sigurjónsson sem var á bekknum síðast og Brynjólfur Andersen Willumsson sem var í banni í síðasta leik á móti Skagamönnum. Það eru einnig breytingar á liði Gróttu. Þetta kannski að henda Gróttuliðinu upp á skjáinn. Það eru 4 breytingar á liðinu en við erum ekki með það, þannig að við höfum ekki áhyggjur af þeim. Þeir skýra sig bara sjálfur hér á eftir, en sjá hérna varamannabekkin hjá Blikum: Gunnleifur, Alexander, Tómas Mikkelsen, Hlynur Freyr Karlsson, fæddur 2004 sem kom inn á í síðasta leik, Kristján Gunnarsson, fæddur 2002, Viktor Örn Margeirsson, gamall refur og Ímir Halldórsson sem einnig 18 ára gamall eða fæddur 2002. Þannig að þetta eru ungi strákar sem eru þarna í bland við reynda kappa á bekknum, en liði Gróttu þannig að Hákon Rapp Valdimarsson í markinu, Arnar Þór Helgason, Bjarki Leósson, Patrik Orri Pétursson, Sigurður Reynisson fyrir liðin, Axel Sigurðsson, Kieran Hugh Dolan McGrath, Axel Freyr Harðarsson, Óskar Jónsson, Ásbjörn Þórðarsson og Valtýr Már Mikaelsson. Og það eru Gróttumenn sem að byrja leikinn og það skrítið að vera hér á þessum fallega velli í þessari fallegu umgjörð og það eru yngir áhorfendur, en vonandi skemmtið ykkur vel heima. Allir eiga að vera heima, sagði Víðir í dag, og kannski full snemmt að nokkrum klukkutímum síðar þá þurfum menn allir að vera komin heim til sín, en svona þetta nú bara og leikurinn komin af stað. Grótta með 5 stig í Pepsi Max-deildinni og þegar þessi lið mættust í fyrstu umferðinni þá sigraði Breiðablik með 3 mörkum gegn engu og þá skoraði Viktor Karl Einarsson, Tómas Mikkelsen og Kristinn Steindórsson mörkin, en eins og allir vita þá hafa þjálfararnir skipt starf. Ágúst Gylfason var með Blika, hann kominn til Gróttu, og Óskar Rapp Þorláksson sem var með Gróttu og komum upp í Pepsi Max-deildina
hann komin í liði. Hér eins og frábær sendingi fyrir, þetta hættuleg sókn og hvað gera Gróttumenn hér? Kemur skotið og þeir verja á línu. Damir Múminović ver á línu. Þetta var Axel Sigurðsson í dauðafæri, algjöru dauðafæri. Vörnin opnaðist upp á gátt og þarna mátti engu muna að Grótta næði forystu. Hér þegar að 1 mínúta og 10 sekúndur voru búnar að leiknum. Alveg ótrúlegt færi sem þið fengu þetta, en hér kemur síðan hotspinna sem að Grótta fær. Gleymi því ekki að þegar að þessi lið þegar að Breiðablik var síðast í bikarnum gegn Keflavík og skoruðu Blikar, Keflavík skoraði 10 en Blikar unnur síðan þann leik, en ekkert verður úr þessari hotspinnu. Boltinn endar hér fyrir aftan endamörk og búið að flagga. Sigurður Hjörtur Þrastarsson dómari og aðstoðar menn hans Brynjar Valdimarsson og Kristján Már Ólafs. Og það var það Andri Rapp Jómann, þessi mikli hlaupagikkur, misti boltar aðeins svo langt frá sér, en þá bara að ná honum aftur. Gísli Eyjólfsson leggur boltan tilbaka á Davíð Ingvarsson. Davíð á vinstri vængnum núna, Róbert Dorri ekki með, Óskar hefur verið að skipta þessari vangstöðu þarna á milli þeirra. Örfættu mannana, það var það Damir Múminović og Andri Rapp, Damir og Oliver með fína sending út á Höskuldur kann vel við sig hér á kantinum, dansar eftir hliðarlínunni. Það var það Gísli, Oliver og Gróttumenn hörfa allir, aðeins einn leikmaður hérna frammi, það Kieran Hugh Dolomacrath, fremsti maður þeirra. Það var hvað mikið tilbaka og þetta allt saman þekkt steð hjá Blikunum. Þeir láta boltan ganga hér á milli sín, leikunum svo fram og tilbaka. Hér kemur sendingin í fyrir mátti litlu muna, Kristi Steindórsson komin í gegn, en Blikarnir halda pressunni, þeir eiga hér innkast. Flott veður í dalnum í kvöld og vantar bara áhorfendur á völlinn. Þeir því miður ekki gjaldgengir. Oliver, Blikarnir ætla að byrja þennan leika krafti, en voru það samt stálheppnir að lenda ekki marki undir eftir rúma mínútum. Höskuldur og þá Davíð kíkir í kringu sig, ákveður að setja stutt á Kristi Steindórsson sem kemur út, og Kristi með frábæra sendingu á hvað mikið tekur boltan vel með sér og fær hér hotspinnu. Þetta bara útspark. Gaman að sjá hvað mikið þegar hann á deginum sínum og hann á að gera meira en því að gera árás á varnarmanninn, og þó það lukkist ekki alltaf þá þetta gríðarlegt vopn sem að Blikar eiga, og hann á klárlega eftir að binda varnarmenn við sín störf þarna aftarlega á vellinum. Þannig að við Blikarnir ættum að nýta okkur þetta betur og hvað mikið jafna sig af þessu. Haltur í nokkra sekúndur og svo hleypar hann úr sér, en Hákon Rapp Valdimarsson tekur markspyrnuna, útsparkið. Og hann ætlar að sparka langt. Við sjáum að þetta aðeins annað mynstur en hjá Antoni Ara hinum megin, sem að hann sendi boltan stutt til varnarmanna eða inn á miðjuna. Hér hvað mikið hér í baráttunni og hefur hann betur í baráttu Óskar Jónsson, og aukaspyrna sem að Grótta fær. Gaman fyrir Benedikt Varen að fá hér tækifæri, og Óskar ekkert feiminn við að henda þessum ungu strákum inn í liðið og með á nokkra á bekknum, og eins og ég nefndi áðan, gamla refi til taks ef á þarf að halda. Tómas Mikkelsen, Viktor Örn Margeirsson og Alexander Helgi Sigurðsson, svo ekki sem minnst á Gunnleif Gunnleifsson markvörð. Og hér það aukaspyrna sem að Grótta á. Og boltinn hér inn á vítategin, og þessi skalli hættulítið. Damir hérna í baráttunni, en boltinn endar fyrir aftamark, og þetta önnur hotspinna Gróttunar hér á fyrstu 5 mínútu leiksins. Blikarnir eftir að hafa lent í svona pínu öldudala, þá náður heldur betur að hrista af sér sliðru orðið í síðasta leik, og fyrir áleikurinn stórkostlegur hjá Blikum, þar sem komist í 4-0 og völduði yfir Skagamenn sem að fengu þó smá tækifæri þeirra leið á leikinn. Hér kemur hotspinnan í átt að Antoni og hann að slá í burtu, og hér kemur skot og aftur Gróttan í færi. 2 fyrstu færin Gróttumanna, en Blikarnir verjast þessu. Gísli og hann með sendinguna fram, en Gróttan hefur þarna betur og nær til boltans.
vinna hér innkast, senda knöttin í hælana á Kwamiki og þaðan fer hann út af. Grótan með boltan hér í öftustu vörðinni. Arnar Þór Helgason, hann reyndur kappi og hann með slæmasendingu og Brynjólfur komst inn í hana og hér möguleiki fyrir Blika, koma Rat og Kristinn Steindorsson sendir boltan inn í Eiðun en aðeins of það sending og Kristinn vissi það, greip fyrir andlit sér og Óskar Hrafn ekki alveg nú ánægði með Kidda Steindors þarna en það kemur næst. Arnar sendir boltan á Hákon Hrafn í markinu og hann kom með langa sendingu fram og Damir klifrar upp í þetta en hætti síðan við. En nær boltanum þessi skalli hættu lítill inn á svæðið þar sem engin Gróttumaður var. Þá var það Oliver, hann tekur strauji fram með mann í baki, sendir boltan hér á Davíð. Davíð kíkir í kringu sig, tekur síðan sprett inn á vallarhelming Gróttunar á Andra Rafn Jómann og þá var það Benedikt og Andri. Oliver, sem að Gróttan kemur og verst mjög vel á mörgum mönnum, þeir byggja hér 2 þéttar varnarlínur og hér ná Blikarnir að senda boltan inn á Kidda Steindors, hann út í kantinn og Kvame kemur með boltan fyrir markið og þetta hornspyrna, fyrsta hornspyrna Blika. Patrik Orri Pétursson setur boltan í horn. Hornspyrna sem að Blikar eiga, fyrsta hornspyrnan og Davíð tekur hana. Síðast þegar Davíð byrjaði, þá voru nú hornspyrnur hans dálítið slakar en þegar að svo ber undir þá gera menn bara ekkert annað en að æfa betur og við sjáum hvað hann gerir hér með frábæra vinstri fótdrengurinn og skemmtilegur leikmaður og sendi stutta á Höskuldur út og Kiddi reynir að setja hann í fyrsta inn á tegin en boltinn af leikmanni Gróttu og út af og það eru Blikar sem eiga innkastið. Damir Múminović, svona fristandi fyrir varnarmenn Blika að færa sig kannski einhverjum skrefum lengra inn á vallarhelmingi Gróttuna þegar að Grótta með svona marga menn í vörninni. Hér sending á Höskuld en ónakvæm og först og Grótta fær innkast. Það nauðsynlegt fyrir Blikana að reyna að komast upp kantana því að þeir þétta vel inn á miðsvæðinu Gróttumenn og þeir þurfa að reyna að nýta Höskuld og Kvami til að komast á bakverðina og setja boltan út í tegin því að Blikar eru duglegir að fylla vítategin og þessi bolti fer af Gróttumanni og innkastið eiga Blikar og það Davíð sem að kastar inn, hann kastar tilbaka eins og við sjáum oft hjá Blikunum, Oliver og Damir öftustu varðamennir mikið við boltan hjá Blikum og þá er Andri Rafn Jómann hann með sendingunni fyrir á Kwamiki, frábær sending og gott laupi á Kvame og Kvame með skotið en þetta varið Kwamiki fekk sannarlega færa múti Skagamönnum en hann nýtti þau ekki og ætlar örugglega að gera betur í þessum leiki í kvöld. Í húfi sæti í 8 liða úrslitum bikarkeppninnar og þar vilja Blikar vera. Damir á þennan skalla inn á vallarhelmingi Gróttu. Höskuldur klefur upp í þetta og merkilegt Höskuldur öflugur skallamaður þó ekki síðan hár í loftinu. Tíma setur stökkin sín vel og kann að nýta tæknina sína. Damir og Andri út í kantir Gísli og Gísli hefði getað látið boltan fara þarna og ætlaði sér sennilega að gera það en hér eru það Gróttumenn sem að sækja og Andri kominn hér tilbaka, vinnur vel tilbaka og þetta nú kannski aðalsmerki í Blikana, dugnaðurinn, þeir eru mættir eins og þeir sýndu í þessum fyrri hálfleika móti Skagamönnum þar sem að Skagi fékk ekki verið með boltan nema í andartak að þau voru komnir þá strax til þess að vinna boltan aftur. Þeir sendi ekki í gegn en boltinn þarna á Brynjólfur en hann ekki til hans og knötturinn lendar hjá Hákoni Rafni Valdimarsinni í markinu. Blikarnir pressa hér framalega og koma Hákoni í smá bobba við að finna samherja. Hann leikur boltanum út úr tegnum og síðan vippar honum fram inn á vallarhelming Blika og þar það Oliver sem hefur betur, skallar hann. En Sigurvin Reynisson fyrir liði og náði til boltans og hann með boltan hér í hörðum slag á miðri miðinni og reynir að þræða hann hætti í gegn og Damir mættur og
og viljur átna boltan ekkert feiminu þetta, Damir Múminović, það var að hvað mikið og erfið sending í áttina Gísla Eyjólfssyni og Gróttan boltanum, þetta eitthvað sem að blikarnir þurfa að passa en frábær tækling hjá Davíð og Gísli þarna fullsett í tæklinguna hann hefði kannski mátt vera ákveðnari þá hann kannski unnið boltan, hann viltist hika þegar hann fór í þessa tæklingu og Gróttumir vildi þarna fá að líta gula spjaldið á Gísla en Sigurður Hjörtur ekki á því fyrsta svona alveg aukaspinnan út af vellinum hér kemur aukaspinna það Óskar Jónsson sem að tekur hana og Arnar Þór Helgason stór og stæðilegu varnarmaður komin inn á tegin fyrir að passa hann og hér kemur Óskar með sendingun og boltinn þarna endar með því að Damir næra feilar eiginlega á boltan og þetta endar með því að Blikar eiga útspark það Anton Ari sem fljótur að koma út á Davíð og Oliver á Höskuldur með hann hér hótar að fara hann fram hjá Axel Sigurðssyni hættir við og Andri Rapp og Kristinn Steindórsson Kristinn með sendingur þarna fyrir hugmyndin fín Benedikt varinn á hlaupu þarna í gegnum vörnina Kristinn nær honum aftur Kristinn algjörlega kominn með nýtt líf eftir að hann kom aftur í sitt gamla félag þar sem hann gerði svo vel og verið yfir með að skora og skoraði meðal annars 2 mörk í leiknum móti Keflavík, jöfnumarki og síðan sigurmarki í leiknum. Rúnspark sem að Gróttan á, það Hákon Rapp sem að tekur hana. Hákon Rapp fæddur 2001, 19 ára gamall, efnilegur strákur og það vantar ekki, það fullt af efnilegum leikmönnum í Pepsi-deildinni og víðar og við erum gaman að sjá það framfæri sem þessi strákar taka hér Gróttan að sækja og hér kemur skallin en það vantaði þarna einhvern samherja en Óskar Jónsson þarna skallaði boltan áfram og hér það Kristinn og Benedikt kemur á ferðinni og brotið honum, engin aukaspyrna segir Sigurður Hjörtur og stoppa svo leikinn þannig að sé að huga að meiðslum Benedikt, hann fekk hérna væntögg og var svona aukaspyrnu lykt af þessu en engin aukaspyrna dæmt. Guðmundur Steinarsson aðstoðarþjálfari að koma skilaboðum til sinna manna og gefa þeim að drekka ekki veitir að því að þetta tekur sinn toll að hlaupa hér í besta veðri landsins segir við bara hér í Kópavogsdal og hér það Andri Rapp en aðeins klaufagangur hérna á Blikum, tapar boltanum en Damir gerir vel, vinnur boltan aftur Gróttumenn setja núna pínu pressu á öftustu varnarmenn Blika en þetta leðstöðulega með því að renna boltanum á Anton Ara og hann kemur Davíð og Oliver með mikið pláss á miðjunni Oliver hefur ýmsa kosti í stöðunni, hvað gerir hann? Leikur boltanum áfram, sníkur hún síðan í áttina Höskuldur nær boltanum á endanum og Höskuldur kemur hér á ferðinni Höskuldur inn í fyrirgjöfina en boltina varnarmanni á Spyrni Þórðarsyni og endar hjá Hákoni Rafni í markinu Hákon með langa sendingu fram og þar það Gróttumenn sem að hafa betur en þessi skalli máttlaus boltinn beint á Anton Ara hann rennir á Damir og hvað mikið með pláss hér á kantinu við getur hlaupið og hættir við leikur tilbaka á Oliver hann með sendingunni fyrir og þetta var Kristinn ekki Kristinn segi ég heldur Brynjólfur fyrir innan en hann hafði ekki áhrif á leikina maður til aðstofadómarans og engin rangstaða dæmt Oliver og Damir og þetta náttúrulega síðasti keppnisleikur Blika í hálfa mánuð því að við tekur hlé þannig að menn ættu nú að geta lagt sig fram í þessum leik og barist á krafti hér sendinginni fyrir en Gróttumenn ná að koma honum og vandræðagangur þarna og þeir ákvaða síðan að sparka boltanum því að Hákon Rapp kom ekki út á móti og
skynsamlega gert hjá Arnari þarna að senda boltan út af Davíð og Andri Rapp með hann. Andri Rapp sendir hérna á Gísla, Gísli tilbaka á Damir, brotið á Gísla og Sigurður ákveður að dæma aukaspyrnu þó þrátt fyrir að Damir verið með boltan og svo sem hægt að gera eitthvað í þessari stöðu en Blikarnir hefðu sennilega allan daginn kosið aukaspyrnuna og Sigurður dæmir. Oliver og Brynjólfur Andersen Vilhelmsson standa niður boltanum en Brynjólfur bara kom einhverju skiljaðabóðum til Olivers því að það er Oliver sem ætlar að taka aukaspyrnuna. Frábær skítta Oliver Sigurjónsson og nú að sjá hvort að hann að setja fyrsta mark kvöldsins á 17. mínútu og hér kemur aukaspyrnan, hann rennur og sniðulega gert og Gísli en fínn varnarleikur hérna hjá Gróttunni. Þetta byggust allir við skoti frá Oliver en hann rendi boltanum á Gísla og síðan kemur Gróttan fram á völlinn og hér er möguleiki, hér er allt að opnast, hér er allt galopið og þeir eru að sleppa það gegn, Oliver reynir eldan og þetta kemur skotið og þeir eru komnir yfir, nei, framhjá, dauða færi Gróttunar, ég sá ekki betur en þessi bolti var á leiðinni í markið en hann skreið framhjá stönginni, þarna voru Blikar heppnir. Og þessar 18 eða 17 mínútur rúmar sem búnar eru hefur Gróttan fengið 2 fín færi og þetta er eitthvað sem að Blikarnir þurfa að passa þannig að leikaflið Gróttu hefði verið fullkomin ef þeir hefðu nýtt þessi færi ekki ógna markinu, Blikarnir miklu meira með boltan en það er ekki nóg, það þarf að nýta þessi færi og skora og gera nógu vel með boltan. Er það Benedikt og hann með sendinguna sniðulega gert á Höskuldur kemur hér á ferðinni og ræðist á varnarmenninu upp að Endabjörgu, sendir hann fyrir og síðan kemur Kristi með skotið og Darradas í teiknum, Blikarnir nýta þetta ekki, betra hjá Blikum, meiri ógn og kemur skota löngu færi og rétt yfir marki frá Davíð Ingvarsinni, frábært skot hjá drengnum en einhverjum hálfu metra þarna yfir markið, yfir samskeytin en þarna voru Blikar nálægt í að skora og kannski að þetta færi á hjá Gróttunni hafi svona aðeins gert mönnum það komum mönnum í skilningu það að menn þurfa aðeins að hafa fyrir hlutunum og skerpa á leik sínu til þess að koma boltanum í marki. Fín sókn hjá Blikum og Höskuldur hérna með sendinguna baneitraða sendingu fyrir og Gróttan náði að bjarga. Það var Damir og löng sending fram, þetta er full erfið sending fyrir Brynjólf og Hákon Rapp kemur út markinu og grípur boltan, sendir hann á Arnar Þór skeiða fram, Brynjólfur setur press á hann og sendingi fyrir viki, ekkert sérstök hjá Arnari Benedikt í baráttunni þarna á miðjunni og hefur betur Kristinn á Andri á Gísla, Gísli veit að Höskuldur þarna og sendir boltan hérna og Höskuldur kemur á ferðinni á spöt til varnar Áspjörn fínn varnarmaður, Höskuldur er bara frábær sóknarmaður og sendi ekki inn á teim, en Kvaminn er ekki til hans, sendi ekki aðeins og há fyrir Kvamiki, en Blikarnir hóta þegar að 19 mínútur eru búnar að leiknum og staðan er þá 0-0. Ákvara stillir boltanum upp og Karl Freyleifur má náttúrulega ekki spila, er Bliki og hann er búinn að skora 3 mörk fyrir Gróttu, þannig að Gróttumenn sakna hans. Karl Freyleifur er einn af mörgum efnilegum leikmönnum sem að hafa komið úr liði Breiðabliks. Höskuldur tilbaka á Davíð á Andri róar þetta, sendir boltan á Damir kemur með knöttin hérna fram völlin og kíkir, mikið pláss sem þeir hafa og Gróttan fer aftarlega með sína menn og er ekkert að setja press á menn og hér er Kristi með sendingunni fyrir og þetta endar í hornspyrnu. Blikar fá hornspyrnu. Það var Patrik Orri Pétursson bjargaði og nú staðan í öðru leikjum og meðan við erum að bíða eftir þessu að ekkert markið leik Fram og Fylkis. HK er að vinna afturhaldningu 2, KA IBF 1-1, þeim leik er að ljúka, KR 0, Fjölnir 0, hann er nýbyrjaður og FH vann Þór, er að vinna Þór með 3 mörkum gegn engu. En Blikar fá hér hornspyrnu. Og það er verið að huga hér að Patrik Orra Pétursinni, þessum 18 ára varnarmanni Gróttu sem að
liggur þetta meiddur en það alveg ljóst að Blikarnir þurfa að reyna að skerpa, koma meir í hraða í spilið sitt eins og þeir gerðu á móti Skagamunum þar sem að þeir náðu gjörsamlega að pakka Skagamunum saman með hröðum og skemmtilegum leik og þetta nokkuð sem að Blikarnir hafi verið að reyna en stundum þeir virðast þeir vera of hægir og það svona kannski of auðvelt fyrir mótherjana eins og Grótta núna að þeir eru með nánast alla sína menn í vörn þegar að Blikarnir eru konum með boltan inn á vallarhelming Seltirninga og hér það hotspinna og þetta sama munstur áðan Höskuldur stendur þarna hjá og fær boltan og fyrirlið rennur út á Oliver og þá kemur Davíð og Davíð fer þetta skemmtilega með boltan og setur hann með hægrin og tegin og hér möguleiki og setur boltan út en Gróttan að verast þessu Brynjólfur hérna í baráttunni var með mann í bækið og hér hins vegar spurningum aukaspyrnu sem ekki dæmt, þetta var utan teiks, var Oliver, hann kemur boltanum tilbaka á Damir á Andri á Oliver og alltaf meir í breytt, Höskuldur þarf að koma út í kantinn til að reyna að rífa þessa vörn í sundur Gísli og Oliver og Davíð og Andri og Oliver en sem fyrir fá Blikarnir mikið pláss á miðjunni og þá kemur undarlegt áttu sennilega verið að sendi hjá Gísla frekar í skot en hafi þetta verið skot þá það ekki merkilegt og boltinn endar hérna fyrir aftan markið staðan 0-0 þegar að fyrir hálfleikurinn hálfnaður Hákon Rapp með útsparkið þetta eins og oft í leikjum eins og þessum þar sem annar lið liggur nánast við vítategi þegar að mótherjinn með boltana þá þetta spurningum það að ná að brjóta í sín hér rangstað og Blikarnir fá hér aukaspyrnu fyrsta markið opnar þetta og losar aðeins þessa þumalskrúfu sem að Gróttan í þegar að Blikarnir fá boltan Andri og Oliver það alltaf margir kostir á Blikunum því að þeir geta kíkt hér bæði til hægra og vinstri því að þeir ekki verið að pressa manni með boltan hér Andri og það 2 metrar næsta mann að vippar hann inn og Höskuldur með fyrsta fyrir og hér missir markvörðurinn boltan en engin bliki til að hirða Leifarnar og Grótta bjargar sóknin þyngist hjá Blikum og ég sé ekki betur en að markið liggi í loftinu Hér kemur Damir með skemmtilega sendingu hér yfir á Höskuldur tilbaka á Davíð Andri reynir að vippa honum myndi fyrir leita mikið hér að Höskuldi hérna vinstara megin og Gróttan þarf að passa vel gert í sendingi fyrsta aðeins fyrir á Gísla og Höskuldur bara mættur og hirðir boltan hann átti þessa sendingu Davíð, Andri henn mikið pláss og hér engin aukaspyrna því að Sigurður Reynisson fyrirlið datt þarna full auðveldlega og Sigurður Þrastarsson býður með að stoppa leikinn en ætlar ekkert að gera það og Ágúst Gylfason brjálaður hér á hliðarlínunni og Sigurður skammar hér Gróttumenn látið mig að dæma þetta ég var fenginn til þess því ég bara haldi áfram að spila fótbolta og Sigurvin liggur eftir fyrirliðin eftir þessi viðskipti áðan og meðan notar Ágúst Gylfason tækifæri til þess að ræða við sína menn hér að tala við Kieran Hugh Dollar McGrath 19 ára gamlan skota sem að í fremstu vílinu og hefur ekki fengið svo sem úr miklu að móða en glemir því ekki að Gróttan fengið 2 fín færi og hefðu heillandi í sinna að vera með þeim þá gæti þeirra verið konið með fórust í þessum leik en staðan enn 0-0 og það svona eins og Blikarnir býði með að fara í næsta gír en eins og ég segi þetta þolinmæðisvinna að brjóta þennan varnarmúr á bakaftur
og þá var búið að huga mest sigurvins og Sigurður að gefa það til kynna hvor eiga boltan og það eru blikar sem að halda honum þeir voru með það þegar að dómarinn stöðvaði leikinn. Andri, hann með mikið pláss, Gísli, það eru einhverju 5 metrar í næsta mann, Gísli kemur hérna á ferðinni og út á Höskuldur leikur hér tilbaka, með Davíð og sendir á hann. Allir leikmenn Gróttunar eru hér á vallarhelmingi sínum og hér eins og brotið á Hvammi Kí. Ég skilum ekki akkur var ekki dæmt á þetta var klaufalegt brot en aðstoðardómarinn sá ekki ástæðu til þess að veifa og þar af leiðandi flutaði Sigurður dómari ekki. Antonari Davíð heldur bara áfram, það engin sem kemur út á mótunum og Davíð með þessa sendingu og Benedikt rennur með frá Hvammi en sendingin á föst, þetta svona kannski munstur leiksins. Sendingarnir og blikum verið þeir hafa komist nokkrum sínum í færi eins og þetta en því miður þá eru þeir of fastar og ekki nógu nákvæmar og þar með rennur tækifærið út í sandinn. 18 mínútur eftir af fyrri hálfleik og staðan 0-0 á Kópavogsvelli. Það eru bara starfsmenn sem að fá að á vellinum og aðstofamenn liðana sem fá að vera hér á leiknum í kvöld og hér sendingi fyrir og Davíð hérna að koma boltinum í burtu. Það eru svolítið skjálfti í blikunum þegar að í þau fáaskipti sem að Grótta nær boltanum og getur komið sér í sókn. Nú kemur Andri Rafna á ferðinni og mikið pláss og hann hleypur hér með boltan endalaust með sending á Gísli og Höskuldur kemur með hann og Höskuldur kemur á ferðinni, fær boltan, frábær sending, Höskuldur með reynir að setja boltan út í teginn en Ásbjörn Þórðarsson bjargar þessu, KR-ingur í fyrrhálfleik og hér liggur Gísli Eyjólfsson eftir meiddur og vonandi þetta ekki alvarlegt. Gísli staðan á fætur, vill ekki fá sjúkraþjálfarinn inn á. Særún Jónsdóttir var á leiðinni inn á völlinn en Gísli vissi þá að hann þyrfti þá að vera hér utan vallar í einhverja sekundur og hann vildi það ekki, stóð upp og harkar þetta af sér. En það er hotspinn og það er Gísli Eyjólfsson sem ætlar að taka hotnið. Gísli og Kristín að koma honum hérna á Gísla og Gísli inn á teginn en þessi sending ekki til sérstök og Grótta kemur í burtu. Davíð og þetta vildu þeir fá háskaleg og frábær sending hjá Davíð inn á teginn en engin bliki nálægt þessu. Benedikt var enn og hann inn á teginn og Kristinn Steindórsson tekur hann niður. Frábær móttaka hjá Kidda og hann hér í baráttunni. Kemur boltanum út á Gísla og Gísli, hvað ætlar Hvammi að gera? Hvammi reyna að leita eftir plássi en rennur hérna enn að reyna að böðlast þennan. Boltanum gengur ekki. Benedikt, hann tilbaka á Damir. Og Andri Rafn. Hann fær plássið, tekur sprettinn, finnur Kristín hér út í kantinum. Og Kristín og Höskuldur koma sér út í kantstöðuna, setja ekki inn á teginn og Brynjólfur með skallan en þessi skalli aldrei hættulegur og glaði ekki markinu og fór vel yfir markið. En það Hákon Rafn sem að sparka frá markinu. Gefur sér góðan tíma og blikarnir bíða hér eftir fyrsta marki leiksins. Hafa verið ágengir hér þessar síðustu mínútur. Það vantar svona aðeins upp á að koma sér í góð færi. Höskuldur og Brynjólfur tilbaka og það var það Davíð. Andri þarf síðan að losa pressuna með að skipta yfir og hann með sendingunni hér og Brynjólfur gerir þetta vel, Brynjólfur út í kantina og Hvammi kemur á ferðinni, Bjarki Leósson til varnar, hvað gerir Hvammi Kí, keyrir hérna á hann, sendir það fyrir markið en Patrik Orri Pétursson setur hann í horn. Og þá ætlar Höskuldur að koma og taka
hornið en það þurfa alltaf að vera 2 í þessu. Davíð kemur hérna til hans og Höskuldur fær síðan boltan aftur og þá sendingin á Brynjólfur og Brynjólfur með snúningin. Hvað gerir Brynjólfur hér? Leitar eftir að snúa og Sigurvin hérna í bakkinu á honum. Þá Kristinn og Kristinn út í kantinn á Davíð. Davíð með boltaninn og tegin og þetta er skallaði burtu og það er það Gísli. Hann reyndi þetta Sigurði dómara sem var fyrir honum. Hann boltaði þetta náttúrulega verið bara 2 mínútna brottvísun. En því að Sigurður er nú handboltadómari líka, það hefði verið alltaf fyndið að sjá hann falla þetta niður, en Sigurður stóð þetta af sér, þessa árás Gísla. Gaman að þessu. Og ég kemur á Sigurður þarf greinilega einhvern tíma til að jafna sig eftir þessa árás Gísla. Og Gísli leggur boltan hér, nei, hætti við og sendir að síðan á Höskuld, sendi ekki aðeins og utarlega Oliver. Og Kristinn inn á teginn, einhver misskilningur þarna og Gísli hélt að einhver annar ætlaði að ná boltanum en boltin endar út það og HK, nei segi ég Grótta á innkastið. Ásbjörn Þórðarsson, Káringurinn fyrirhundi tekur hér innkastið, róar þetta niður. Ég veist að Gróttumenn séu ekkert óanaði með gangmála eins og leikurinn hefur spilast, búin að fá færi. Gísli þetta ítir hérna í bakið og þetta er klófalegt. Ítir á Valtíma og Mikaelsson. Blikarnir hafa jú fengið sín færi en miðað við hvað Grótta hefur verið lítið með boltan þá er náttúrulega athyglisvert að þeir hafa náð þó á þessum rúma hálftíma að skapa sér 2 mjög góð færi. Það er Patrik Orri Pétursson sem að tekur aukaspyrnuna, sendir hann hérna fram og Davíð setur hér pressu og Patrik fær boltan aftur, sendir hann inn á teginn og þar kemur skalli frá Arnari miðverði Gróttunar en hættu lítill og boltinn endar út af. Anton er fljótur að taka hornið og nú sjáum við það er enginn sem að pressar blikana þegar þeir eru að sparka frá markinu eða kasta frá markinu. Þeir eru bara fljótur að koma sér í vörnina og því er þetta frekar auðvelt fyrir Anton Ara að finna samherja. Það er nóg af þeim þarna. Davíð og Gróttan kemur til með að spila svona þangað til að blikana á að skora. Hér er sendingin en Kristinn er ekki að taka með sér. Já, þeir þurfa meira tempo, meiri hraða í leiksinn til þess að koma Gróttu úr jafnvægi. Þessi leikaferð Ágúst Gylfasonar að mínum dómi gengið fullkomlega, já nánast fullkomlega upp og hann getur verið sáttur því lengur sem hann heldur núllinu gegn Blikum. Það var alltaf meiri möguleika á að ná inn einu marki þegar líður á leikinn ef að Blikar rafsa ekki. Andri og Benedikt og síðan kemur sendingin yfir til hægri og það er það Kwame Key á sprettinum og Axel Freyr Harðarsson sækir hérna á honum og þá leggja þeir á stað. Kwame gefur ekkert eftir og brýtur síðan á Axel Freyr og það er aukaspyrna sem að Gróttan á. Patrik Orri tekur aukaspyrnuna, Gróttan setur þá háu mennina sína fram. Þetta er sennilega það sem Óskar, Ágúst hefur lagt upp með að nýta það þegar þeir fá aukaspyrnu, geta þá að setja háu mennina inn á teginn og hér er það Arnar að reyna að klifra upp í boltan og hann er að skalla inn á teginn og Anton nær boltanum. Þetta var hættulegt og þá að gera að koma krafti, koma hraða, ekki fara að spila hér þessendingar á milli og þetta var fín hugmynd. Gísli er að reyna að stinga boltanum inn á Kristinn en það gekk ekki og hér eru það Gróttumenn sem að vinna boltan og þeir koma hér fram. Axel Freyr, hörku tækling hérna hjá Damir og hann vinnur innkastið. Damir Múmínovits með þetta innkast og ef að Elvar Freyr á að fá að taka þátt í bikarkeppninu á þessari leiktíð þá þarf
þarf Breiðablik að komast í úrslit og það nokkuð sem að liðið ætla sér. Andri, Kristinn og hann svo flókið þarna, Gísli ná ekki til boltans. Óskar kallar hérna niður á hliðalínunni að segja þeim að halda bara áfram. Oliver og Andri. Þeir fá mikinn tíma á boltan hér, miðjumennir hjá Breiðabliki og þeir þurfa bara að nýta þessa sendinga betur. Þeir eru ekki með mann í andlitinu eins og í mörgum leikjum í Pepsi-deildinni þar sem liðin setja pressu mjög snemma á blikana. Valsmenn gerir það með góðum árangri á þessum velli. Fyrst ekki boltanu tilbaka og Damir leggur hér á stað. Þá hægjar á þessu. Damir á Kristinn sem komin yfir til hægri. Boltinn hér tilbaka og Oliver út til á Andra Rapp. Erfist enn og eftir vondsendingarnir á miðunni og Gróttan nýtir sér það, kemur þetta með boltan en Sigurvín í vandræðum með að finna þetta saminu og Kami Kí vinnur boltan á honum, vel gert hjá Kí. Og þá Kristinn og Gísli og Höskuldur hérna laus hérna út í vinstra megin en boltinn kemst ekki til hans. Arnar Þór og Axel Sigursson og Axel kemur hérna fullri ferð og Andri Rapp Jómann, vel gert hjá Andri Rappni. Þetta er dæmigerður leikur hans. Ef hann tapar boltanum þá bara vinnur hann aftur og boltinn tapar þessu blikum og Andri var bara mættið tilbaka og vinnur. Hér er það Kami Kí fyrir þarna auðvitað fram hjá varnarmanni og ætlar hann að ráðast á annan og hann gerir það en var þarna sýndi bolta aðeins svo mikið á boltanum og Gróttan er að koma með boltanum í burtu en blikarnir halda pressunni og þá er það Oliver og Damir. Nú vantar tempo, nú vantar hraða, það er auðvelt að verjast þess ef hún er ekki að hreyfa boltan nógu mikið. Hér er það Kristinn, hann út í kantinn á Höskuld. Höskuldur gerir árás og bindur hérna 2 menn, það koma 2 á mótunum og þá Oliver hann með skotið en þetta er yfir markið. Já, skotið frá Oliver Sigurjónssoni yfir markið og nú eru ekki nema 7 mínútur eftir af fyrir hálfleik og staðan 0-0, þannig að mörkin sem að komu í síðasta leika voru komin 4 mörk á þessum tímum út í Skaganum en við býðum enn eftir fyrsta markin í kvöld. En það verður auðvitað leikið til þrautar í þessum leik og annað þessara liða verður með í 8 liða úrslitum Mjólkur bikarkeppninnar. Hvað mikið? Og þetta vonast Blika til þess að það verður þeir grænklæddu sem að fáið þann heiður. Andri og sendingin á Kristín með boltan vel gert og Benedikt er með plossið. Benedikt kemur þetta á ferðinni en sendingin ekki góð, vantar svo lítið upp á betri sendingar hjá Blikum þegar þeir eru komnir inn á síðasta þriðjungin hjá á vellinum nálægt marki Gróttu og Benedikt og Andri stingur sér þarna frá hjá varnarmanni og þeir ráða ekki við hann þarna. Þá kemur Kristinn inn að þræðin út í kantinn á Höskuld en það gengur ekki. Oliver og Davíð á sprettinu og ætlaði þarna að plata þá en það gengur ekki. Dýrmar Mikaelsson réði þetta. Höskuldur vel gert í Höskuldi, finnur Gísli út í kantina á Kristinn, lalega spilað. Kristinn með skotið og boltinn stemdi þannig hotnið en Arnar er að skalla boltan í burtu. Já, þetta var fínnkafli á Blikum, vel spilað. Þetta kom ákveðin hraði í leikinn sem að Blikarnir þurfa á móti Gróttu. Og Brynjólfur í baráttu Orra og reynir að koma boltanum fyrir en Orra reynir að komast fyrir þetta og setja boltan aftur út fyrir hliðalínu og það er enga sem að Blikar eiga. Damir Múminovic er mættur til að taka innkastið og hvað mikið mætir boltarum og tapar honum. Og lifar þarna og svona smá skuralt á mönnum hér þessa stundina.
þegar að 5 mínútur tæpar eru eftir af fyrri hálfleik og eins og leikurinn hefur verið að spilast núna þessar síðustu mínútur og þá ekkert sem betur til þess að við fáum mark í fyrri hálfleik eftir að Blikarnir áttu þarna ágætan sprett á hann en nýttu ekki tækifærin þar. Damir og hér barátta þarna í loftinu, Benedikt og vel gert í honum fítstúningur og kemur honum á Kristinn og lendir hérna í hörku taklingu en sendingin enn og aftur slöksending. Það eiginlega rannsóknarefni hvað margar að þessu sendingu Blika hér í fyrri hálfleik hafi verið svona ekki nógu góðar. Það verður bara að segja hlutina eins og þeir eru en allt stendur þetta bendir þetta til þess að þetta verði allt betra hér eftir smástund. Hér ítt á bakið á Höskuldi en engin aukaspyrna. Andri á Damir vera fljótir að þessu meðan að Gróttan var með sittlið hérna hægra megin á vellinum. Andri Rapp og Benedikt famir út í kantinum. Andri fær plásið Gísli og Andri út í kantinn. Þar Davíð, hann ekki að koma boltanum á Kristinn. Vel gert þarna hjá Axel Sigurðarsyni. Já, hér og einhver vandræði þarna á mönnum og innkastið Gróttumanna. Björn kastar inn og Gróttan kemur boltanum áleiðis að markinu. Þetta hættulítið og hér það Benedikt, vel gert á Benedikti, sterkur að fara aukaspyrnu eftir að Óskar Jónsson braut á honum. Damir, síðustu forvöð fyrir Blika að ná forustu fyrir leikli og fara með þægilega stöðin í hálfleikinn. Það gerir ræðuna hjá Óskar örgulega mýkri heldur en ella. Kristinn og Oliver, Davíð. Það sem fyrir þéttur varnarleikur Gróttumanna. Þetta ekkert áferðafallegt hjá þeim og hér það Brynjólfur reyna að búa sér til pláss. Brynjólfur reyna að koma boltanum inn í hlaupalínuna hjá Benedikt en það gekk ekki og hér mikið kapphlaup. Brynjólfur kemur hérna vel tilbaka og boltinn út af og það Gróttan sem að á Nei, það Gróttan sem á innkastið, vantarlega. Sjáum hvað gerist hér á þessum síðustu sekúndum áður en að flauta verið til leiklis. Gróttumenn gefa sér góðan tíma að leita hér einhverju til að henda boltanum á. Guldspjald, þetta sér maður nú ekki raun og veru oft. Lið sem að sækja fær guldspjald fyrir að vera á lengi að koma boltanum í leik. En þetta kannski lýsir ýmsu. Þessi ég ætla nú að fara að fella dóm það en ég held að Gróttumenn séu mun sáttari við þessa stöðu heldur en Blikarnir. Og áfram heldur leikurinn. Þetta var að ég held fyrsta gula spjaldið. Það var Bjarki Leósson sem að fékk að líta það þegar að skammtar eftir af fyrri hálfleiknum. Hér kemur sendingi fram Brynjólfur, frábær móttaka hjá Brynjólfur og hann gerir hér á Arnar Þór. Arnar Þór nær að berjast í honum og setur hann nær að koma boltanum í burtu. En þessi sending hjá Blikum beint út af og hér einhver rifriti hvað mikið þarna einhverjum deilum og ekki veit ég hvað gengur þarna á. En dómarinn mættur Sigurður til þess að skakka leikinn og það innkast sem að Grótta á. Og hér kemur
Eru komin inn í uppbótartíma í fyrri hálfleik, staðan ennþá 0-0, Damir með langa sendingu fram, þetta er nú ekki oft sem við sjáum Blikana spila svona þessa dagana með svona löngum sendingum og hér er Brynjólfur í miklum slag, gríðarleg barátti í Brynjólfur, hann gefur ekki tómmu eftir, feikilega duglegur þarna en hafði ekki einindi sem erfiði og Grótta kemur hér og Andri Rapp til varnar, Axel tekur hérna góðan sprett og sjáu þið Andra Rapp, frábær varnarleikur, ekkert að þetta og Kristinn og Höskuldur að koma sér fram og þetta er vel gert og þetta er gullspjald á Arnar Þór Helgason og Ágúst Gylfason klappar fyrir honum svona hæðnis klapp og þetta var nú ekki drengilega gert og Gústaf fyrir þetta þjálfari Blika það er að gera grína dómaranum þarna en þetta er laukrétt, hárréttur dómur beint fyrir framann niður á mér hérna og aukaspyrna klárlega rétt í dómurinn en síðustu fórum við að gera eitthvað áður en að flauta verið til leiklis stendur 0-0 og Guðmundur Steinarsson og Ágúst Gylfason geta verið ánægðir með sína menn í fyrri hálfleik Óskar ábyggilega ánægður með ýmislegt en hann veit, við vitum og leikmennirnir vita að það þarf að gera betur og Davíð vantarlega sem að tekur þetta og snýr boltan frá markmanninum þessu nákvæmur sendingin, þetta er ágættisbolti en þetta vantar bara eitthvað til að skalla þetta og boltin endar hér á Damir Uminovic og Damir upp að endamörkum, vel gert og Damir, hvað gerir Damir, hún sendir það fyrir markin frábærlega gert glæsilegt mark og Blikar komum með forystu þetta gerir Kvami Kí meistarlega vel en aukaspyrnan var mögnuð Gróttumenn vilja meina að þarna hafi átt að dæma brot en þetta var vel gert og staðan orðin 1-0 fyrir Blika ég var nýbúinn að sleppa orðinu hér áðan að það eru ekkert skorað hér í fyrri hálfleik en svona er nú þessi íþrótt mögnuð að þetta gerðist heldur betur óvænt, það var ekki til spilunum þetta rétt áðan það stendi allt í að þetta yrði 0-0 í hálfleik en Blikarnir konu með forystu vel gert og svo er að segja á hvort að þetta hafi ekki verið nána síðasta spyrnan í leiknum í fyrri hálfleik og það getur nú ekki verið langur tími þar til að Sigurður Hjörtur Þrastarsson flauti til leikles hér flautar hann og hér flautar hann staðan 1-0 í hálfleik Breiðabliki vil þökk sem marki Kvami Kí en þetta breytir ansi miklu nú þýðir ekkert fyrir Gróttu að liggja svona aftarlega þeirra að rífast hérna í fjórða dómarorm og það eru eiginlega átök hérna niðri og þeir eru komin í hár saman hérna tveir starfsmenn Gróttu og annar þeirra hundfúll með það hvað félagið hans gekk vasklega fram Ágúst Gylfason fór þetta hönd og skilur ekkert í þessu og þeir eru hundfúlir Gróttumenn en Blikar eru bara hins vegar kátir staðan 1-0 og nú voru að segja hvað þeir gera í seinni hálfleik en við tökum okkur smá hlé komum svo aftur eftir ekki langa stund með seinni hálfleik Nei, Sælir. Já, eitt svona. Ekki máli. Sælir, er klar? Já, það var allt brjálað. Út. Blessaður aftur. Hvernig gengur? Þetta smetla. Já.
Komið sælar aftur áhorfendur góðir, þá er það seinni hálfleikurinn sem er framundan á Kópavogsvelli þar sem Breiðablik á í baráttu við Gróttu. Þetta er hörkuleikur, staðan 1-0 og Kamiki sem að skoraði rétt áður en flautað var til leiklis. Gróttunni voru brjálaðir og vildu líklegast að Sigurður Björtur Þrastarsson dómari hefði flautað til leiklis. Ég vissi ekki betur að Tómas Mikkelsen sé að gera sér kláran að hann er að koma inn á. Sjáum til. Tómas Mikkelsen er allavega að koma hérna niður á hliðlínuna og er að gera það sér í brók eins og það heitir. Festa buxurnar sína, hann tollir nú það sem heitir hliðleiks. Tómas Mikkelsen, það blasir í leikbanni á honum, það spyrir hvort það verður á móti Stjörnunni því að hann er búið að fresta þeim leik og það verður ekki fyrsti leik og líka eftir þennan þetta hálfsmánaðar hlé sem að verður á Íslandsmótinu. Þetta verður fylgir og það er spurningum að þetta er bann þar. Þetta er líka þannig sem að bendur þann á síðasta punkti aðnefndar á þriðjudaginn. Það fáið ekki að spila á móti Stjörnunni. En alltaf var það klárt hér á Kópavogsvelli, staða 1-0 í hálfleik og það eru Blikar sem að byrja seinni hálfleikinn og það eru gaman að sjá breytingarnar sem verða hér á liðinu. Tómas Mikkelsen kominn inn á og ég þarf nú að reyna að átta mig á því hver það er sem er farið út á, hann er allavega kominn upp á topp. Kristinn Stendorsson gæti það verið. Höfum það þannig þar til annað kemur í ljós sem hefur farið að velli. En Oliver Sigurjónsson með boltan sendir hér á Damir. Og spurning hvort að Tómas Mikkelsen er að lauma sér á markalistan. Hann er búinn að vera í þínu kolan öflugur þessi danski framherji, Anton Ari, og nú gleymum því ekki að þetta mark sem að Kamiki skoraði geti breytt aðeins mynstrinu. Nú þurfa Gróttumenn að vera aðeins hugaðri og koma fram á völlinn. Það þýðir ekkert að múra fyrir eins og við gerðum í fyrri hálfleik, en þessar 45 mínútur þar þá náðu þeir að búa sér til 2 marktækifæri, annað þeirra eða fyrra þeirra strax þegar rétt rúm mínúta var búin að leiknum. Það er þetta Damir og Oliver. Þeir þreifa hér vel á þeim, spila hér í öftustu vörn í róliheitunum og keyra síðan hraðan. Andri Rapp og Davíð á Andra. Blikarnir núna að fara yfir miðlínuna og Damir tilbaka á Oliver og reyna svona að lokka Gróttumenn aðeins framar. Nú verður gaman að sjá hvort að við fáum ekki mark snemma. Þeir halda hér boltanum, það er eins og þessi bara býða eftir því að flauta verið til leiksloka. Þeir eru ekkert að æsa sig, halda hér boltanum og Gróttumenn býða bara á þetta. Þetta er svolítið skrítið. Veit ekki hvað þetta er orðan margar sendingar. Þetta er allavega 2 mínútur búnar af seinni hálfleik og Blikarnir búnar að vera með boltan. Oliver áfram halda þessir öftustu menn að senda boltan sín í milli. Ég spáði að Damir fóð boltan næst og þar reyndist ég sandspor og síðan fær Oliver örgla boltan og þar er ég aftur sandspor og svo halda þær áfram Andri Rapp. Það er ekki fleiri þessi 4 sem hafa komið við boltan og Gróttan er ekki að koma fram á völlinn. Kannski bara beðið því að leikur klárist og nú fær Anton Ari mjög óvænt boltan í fætuna. Þetta er nýtt munstur á Blikunum og Damir og Anton Ari aftur. Það er allt tíðindalaust á vesturvígstöðunum eins og sagði einhvers staðar. Nú er Gróttan aðeins að færa sig framar. Þeir eru allavega búin að plata þá aðeins fram á völlinn. Andri. Þetta geti fengið einhver kaffibolla á meðan eða klára súpudiskinn því að það er svona frekar rólegt yfir þessu og
Blikarnir eru enn með boltar eigi og allar helmingi. Þetta allt saman mjög athyglisvert. Oliver og Andri. Og nú eru Gróttumenn aðeins eru komnir svona 1, 2, 3 metrum framar eða voru hérna í byrjun. Reyna aðeins að komast í meiri snertingu við boltan og Andri, og nú tekur Andri á rás þegar hann er búin að ná einum Gróttumenn út úr varnarskelinni, en svo byrjar þetta bara aftur. Davíð á Oliver. Ég ætla að fara að mála hérna herbergi á meðan að Blikarnir eru með boltan á eigin vallarheimilíki. Kem svo bara aftur þegar að málningavinnunum er lokið. En Oliver trýtlaði með boltan hérna fram. Davíð á Anton. Fína staðving hjá varnarmönnunum að leika boltanum sinni í milli, en aðrir leikmenn Blika fá ekki mikið boltan. Nú fær Gíslan loksins og nú ætla Blikarnir að fara að gera árás, búin að hreyfa Gróttuliðið aðeins. Benedikt og Andri, Davíð og Oliver á Damir. Það eru verða 5 mínútur búin að fyrir hálfleik og Blikarnir hafi ekki farið þetta framar á völlin fyrir núna. Og þetta alveg ótrúlegt. Gróttan ekki komið með boltan í seinni hálfleik. Þetta ekki oft sem maður sér þetta í fótbolta. En einhvern tíma verður allt fyrst, eins og það er nú Anton Ari. En það er ekki hægt að segja annað en að þið geti ekki reynt með Blikarnir hafi verið meira með boltinu seinni hálfleik. Það er nokkuð ljóst. Sendingin yfir á Höskuld og Höskuldur tilbaka á Davíð. Andri, nú eru komnir á hættusvæði og Benedikt á Damir og Blikarnir komnir hér með sína leikmenn í að hita upp. Hér er Gróttan að vinna boltan og þá náðu þeir að koma við boltan í fyrsta sinn eftir 5 mínútur og 47 sekúndur. Blikarnir búin að vinna boltan aftur, sendi ekki fram í áttina Tómas, en þetta of fast og Gróttan fær þá tækifæri til að gera eitthvað með boltan, þó hér útspark. Og það eru þetta ungi strákar á varamarnbekknum hjá Blikum. Kristján Gunnarsson í fyrsta sinn í liðinu, fæddur 2002, hægri bakvörður, og Ímir Halldórsson, jafnaldri hans, fæddur á sama ári, miðvörður. 2 efnilegir strákar. Nú í leikmannahópnum hjá Gróttu eru nú leikmenn sem að komu sögu hjá Breiðabliki. Óskar Jónssones og eini þeirra sem áhætti keppnisleik, spilaði með Blikunum í bikarnum fyrir einhverjum árum, og Karl Friðleifur er auðvitað ekki í leikmannahópnum, er lánsmaður frá Breiðabliki, en Halldór Kristján og Axel Freyr voru í yngri flokkum Blika. Axel Freyr inn á, og hér er það Andri Rapp, Benedikt og Brynjólfur komnir hér og hann brotið á honum. Þetta er aukaspyrna, klár aukaspyrna, og Blikarnir fá hér tækifæri til þess að koma boltar á markið. Sjá hvernig þessi er framkomið þessa aukaspyrnu. Oliver Sigurjónsson stillir sig af, tilbúin til þess að taka þessa spyrnu. Það eru margir flotti spyrnumenn þarna sem að Blikarnir eiga. Og þeir eru þarna 4 sem standa niður boltanum, 4 í vegg hjá Gróttu og svo 5 þarna aðeins til hliðar. Oliver tók aukaspyrnu í fyrri hálfleik og þá bjókust allir við skotið, þá rænda boltar á Gísla, en ekkert varð úr þeirri aukaspyrnu. Og
Það Brynjólfur sem á skotið og boltinn fer hérna í kollinn á varnarmanni Gróttu og það hornspyrna sem að Blikar eiga hér frá hægri. Davíð Ígvarsson og Höskuldur sem fyrr hafa tekið stuttar hornspyrnur. Davíð hefur rent boltanum á Höskuld og Höskuldur síðan komið, en nú kemur sendingi fyrir. Þetta hornspyrna sem að fer yfir alla og aftur fyrir endamörk og útspark frá marki Gróttu. Anton Ari ekki mikið að gera í markinu þess í seinni hálfleiknum. Þó komið við boltan. Gísli tekur boltan niður og gerir þetta vel Gísli og platar þetta vel gert á Gísla. Frábær sprettur og sendingin hér á Höskuld. Höskuldur tekur á móti boltanum. Keyrir á Ásbjörn, keyrir á fullri ferð á hann og vel gert hjá Höskuldi, sendir boltan fyrir. En boltin endar hjá Damir og Damir lætur vaða markið og Tómas Höskuldur var það sem að þrumaði á markið. En ekki fór þetta inn. Nú kemur Davíð og Davíð með sendinguna og skalli frá þeim út á Benedikt og Benedikt vippar um inn og tegir og Tómas í færi. Tómas með skallæn, hann laus og sendingi kannski ekki voðalega föst og því náði Tómas Mikkelsen engum krafti í skallan, en spurði hvort hann hefði ekki bara getað tekið það niður og þruma að marki. En Tómas Mikkelsen alltaf tilbúin að finna sér marktækifæri og þarna var hann komin í eitt slíkt. Nú koma Gróttumenn. Gengið illa hjá þeim að halda boltanum í seinni hálfleik. Blikarnir gáðu þeim ekki tækifæri að komast í hann einu sinni. Voru svona frekar eigingjarnir á boltan. Andri Rapp og eins sem þeir mikið pláss sem að hann og fleiri miðjumenn Blika hafa fengið í leiknum því að Gróttan heldur bara uppteknum hætti. Þeir verjast á mörgum mönnum og það eins og sé bara bíða eftir að Blikarnir gera einhver mistök. Sendingin í átt að Tómasson broti og honum hann sparkaði niður. Þetta gult spjald og þetta aukaspyrna á mjög góðum stað. Patrik Orri sem að fær að líta þetta gula spjald. Og þetta alveg úrvalsfæri hér fyrir Blika. Allavega að láta Hákon Rafn í markinu hafa fyrir hlutunum, hitta á Mark Raman. Mætti segja mér að Oliver Sigurjónsson taki þessa spyrnu og skjóti að markinu og held að séu góða líkur á því að hann setji boltan í markið. Það eru fundahöldum þetta allt saman, hver að taka af skarið og ég tippa á að það verði Oliver sem að reyni sig núna. Þetta úrvalsstaður fyrir Oliver að halda boltanum bara niðri og hér kemur skotið og þetta yfir markið en svo sem ekki langt en nóg langt til þess að boltið fór ekki í markið. Lyfti honum þarna aðeins og hátt yfir Oliver Sigurjónsson. Og staðan ennþá 1-0. Gróttumenn hita hér að kappi fyrir aftan markið og sýnist svona líklegt að sé tvöföld skipting í vandum hjá þeim. Kemur útsparkið frá Hákoni. Höskuldur. Gísli, alveg gert. Andri á Damir. Og svona vonast til þess að Blikar hefur náð að rífa sig nógu langt frá Gróttu til að einhverjir af þessum ungu strákum fái tækifæri, fái reynslu. Einar Freyr Karlsson kom inn á móti Skaganum. Það nú einn af þessum ungu strákum, hann fæddur 2004 og
Þetta hefur nú verið aðalsmerki í Blika undanfarin ára, gefa ungum strákum tækifæri og það eru sannarlega ánægilegt. Andri Rapp og Benedikt, Andri, Damir. Það eiginlega möguleikítum að þetta skuli vera lið í sömu deild því að ef við horfum bara á seinni hálfleiki því að það er að vera stunda fyrir okkur búin að leiknum og það er bara annað liði sem með boltan, hitt liðið bara að hlaupa á milli og verjast. Damir og þá ákveður hann að senda boltan á Antonara. Ég er nú bara að segja það, ég er eiginlega hálf hissa á því að boltan skuli ekki vera að reyna að býta aðeins betur frá sér. Þetta er bikarleikur og það er bara annar liði sem fer áfram. Og þá er það Höskuldur og keyrir hérna Ásbjörn. Ásbjörn ítir hérna honum aðeins tilbaka og Davíð á Andra Rapp. Kamiki, markaskórarinn Blika hérna út í kantinum og Andri þarf að hlaupa með boltan til hans og fer síðan með hann upp að endamörkum, reynir að koma hann fyrir og sendar hann á Kamiki. Kvami með frábæra snertingu þarna og rennur honum út á Andra og Andri á Davíð, hann á Oliver og hér liggur einn leikmaður Gróttu eftir og Sigurður stöðvar leikinn. Vonandi er þetta ekki alvarlegt. Þetta ekki Óskar Jónsson sem að á held ég bara einn leik með Blikum. Hann var hér, spilaði með þeim í bikarkeppninni fyrir nokkrum árum. Í bikar sem hét þá Borgunarbikarinn en heitir Mjólkurbikarinn í dag. Og getur leikurinn haldið áfram. Ég skrökkaði því hann á 18 leiki með þeim. En ég er ekki viss að þetta sé allt saman leikir þetta er bara þetta er í fótbolta.net mótinu og einhverjum fleiri keppnum en hann á einn bikarleik með þeim. Eitt stóran leik með Kópavogsliðinu og það má finna Blika út allt. Damir, Kristófer Melsteð og Pétur Theodor Árnason að koma inn á hjá Gróttu. Höskuldur með frábæra sending og Gísla móttakarinn og Gísla ekki alveg nógu góð en hann er enn með boltan, kemur hann út í teginn en Grótta bjargar. Þetta var lagleg sókn hjá Blikunum og þarna hefði mátt ekki miklu muna að Gísli næði að klára þetta. Og Damir með hörku skot en það er yfirmarkið. Það ætti Blikar, ætti Gróttan að geta gert þessar skiptingar. Óskar fer af velli og eins og ég sagði áðan þá koma þeir inn Kristófer Melsteð og Kristófer Orri Pétursson. Pétur Theodor Árnason er það sem að kemur inn á og Kieran Hugh Dolan McGrath fer út af. Hann hefur nú ekki gert mikið í þessum leik. Og Alexander Helgi Sigurðarsson er að koma inn á í lið Blika. Alexander átti frábæran fyrri hálfleik á móti Skagamönnum. Hann var alveg rosalega flottur í þenn leik. Og það er Andri Rapp Jómann sem er búinn að hlaupa mikið sem fer að velli og þessi höfðingi fær klapp frá þeim fáu sem að fá að horfa þennan leik. Síðasti leikur Blika í hálfa mánuði minnstakosti á meðan að ekkert verður spilað í íslenska fótboltanum vegna ástandsins í þjóðfélaginu. Damir Múminót með skallan, Kamiki á Benedikt Varen. Benedikt hleypur með boltan út í kantinn, þar er Höskuldur og Ásbjörn félagi hans er mættur til að reyna að vinna boltan á honum en Höskuldur gerir þetta vel. Oliver
með plássið, kíkir í kringu sig, sendir hann á Damir. Og Oliver. Benedikt, aðeins meiri kraftur í þessu, Gróttan að koma aðeins framar á völlinn og ætla að freista þess að jafna metin og sjá svo til Benedikt. Og á Alexander nær ekki að koma boltanum á Kamiki. Það var að Pétur Theodór, varamaðurinn, var í byrjunarliðinu síðast í tapleik Gróttu á móti FH. Davíð býður á þetta, bara að passa sig að fá ekki spjald eins og Bjarki Leósson í fyrri hálfleik sem voru lengi að taka innkastið. Hér einn leikmaður Blika sestur í grasið, vonandi það ekki alvarlegt. Blikandi með 1-0 fórustu, markið skoraði Kamiki rétt áður en flauta var til leikhlés. Davíð Ingvarsson hristir þetta af sér og tekur aukaspyrnuna sjálfur. Höskuldur og Davíð leikur hérna skemmtilega með boltan og hann vippar honum hérna yfir til hægri og Kamiki með plássi eðan fyrir fram að sig og tekur vel á móti boltanum, sendir hann á Alexander kíkir inn í tegn og Alexander með sendingun í áttina Tómasi Mikkelsen, boltin yfir hann en Höskuldur er mættur, út fyrir hotvarna leggur út á Gísli með frábært skot Gísli Eyjólfsson, glæsilegt mark Blika, þetta var eins og tölvuspil nánast, flott sending fyrir boltin og Höskuld sem að var hérna komið fyrir aftan Tómas Mikkelsen sem náði ekki boltanum, Höskuldur rendi boltanum út og Gísli sneiddan snirtilega innanfótar í bláhornið og Blikar komnir með 2-0 fórustu og það er sannarlega staða sem er ásættanleg og Blikarnir búnir að vera betra liðið í þessum leik en hafa ekki spilað neitt glans fótbolta en þetta var frábær sókn og þetta gera Blikarnir meistarlega vel. Og nú er þetta orðin erfiður róður og nú getur Gróttan ekkert verið að spila eins og þau voru að gera fyrir, þeir verða bara að taka áhættu, ætliði sér eitthvað út úr þessu og þá gætu þeir fengið mörk í andlitið. Pétur Theodór, hann fær aukaspyrnu, brotið á honum, Sigurður ætlaði að, já, Óskar Hrafn ekki ánæði með Oliver þarna og þetta heyrist alveg bara yfir í Garðabæ og út á Álftanes þegar Óskar brýnir raustina en aukaspyrna sem að Grótta fær en þessi 2-0 fórusta Blika núna gerir það verkum að ef að Grótta ætla sér að reyna að komast áfram í áttalið úrslit þá reynlega verða þeir að fara að gera eitthvað og þá þurfa þeir að færa lið sitt framar. Þetta er eins og oft er sagt í fótboltanum, þetta er þolinmæðisvinna, Blikarnir miklu betra liðið í leiknum en samt var munurinn 0-0, var staðan 0-0 alveg þar til að uppbótartíminn í fyrirháleik var að renna út þegar að Kamiki skoraði og konum með 1-0 fórustu þá gátu Blikarnir svona aðeins slakað á en nú eru þau komnir í 2-0 þegar að seinni hálfleikurinn er hálfnaður. Og Pétur Theodór Átnánsson er aftur mætturinn á völlin, var að fara út að hann fekk aðlýningu inn á völlinum og nú er svona smá ákafi í Gróttu, spurning hvort að Blika ná ekki bara nýta sér það, getur þá spila hraðan bolta og ógna þeim, en hér vinnaður boltan og velgert hjá Alexander, frábær hreyfing hjá honum, hann er svo góður í fótbolta þessi gæi, sendingir út í kantina og Kamiki kemur á ferðinni, komin inn í vítategin, það gerir Kvami, rennur honum út og Blikarnir ná ekki til boltans en þeir eru fljótir að vinna hann aftur. Nú þekkir maður Blikana, ef þeir tapa boltana þá vinna það bara aftur, sendingir út í kantina og Kamiki kemur hérna á ferðinni, skilja boltan eftir fyrir Alexander róar þetta niður, sendir á Damir á Benedikt Varen
og þá Oliver Benedikt var hann myndur í byrjun leiktíðar en þetta einn af þessum ungu strákum sem vonir eru bundan við sem hér Alexander með boltan óbúslega flinkur í fótbolta þessi strákur og kemur skiptingin ætlaði að koma nátt yfir á Gísla en Davíð heldur sóknir og lífi Höskuldur, Gísli og Gísli og Höskuld aftur, sjáðu núna allt annar hraði, nú þekkjum að blikana, þetta þeir bestir í Höskuldar í baráttunni og hér ekkert á þetta Arnar í baráttu þarna við Brynjólf ekkert dæmt það líka verið rétt Benedikt stingur hún fram á Mikkelsen á Alexander hann á Damir á hvað mikið pláss undir kantinu, hvað ætlar hann að gera? Ræðist hér á varnarmærin, tekur hérna skærin, dansar með boltan, er enn með hann og síðan kemur sendingin og rangstaða því miður, rangstaða flaggi farið á loft. Þetta var Brynjólfur að setja boltan í markið en aðstoðardómari var búinn að veifa rangstöðu. Hér gott dæmi vinnu sem blika, Gísli vinnur boltan, Alexander. Við sjáum núna þegar að þetta kannski verður svona, hvað ég að segja, eðlilegur leikur. Annar liði liggur ekki í vörn. Og hér aukaspyrna sem að Gísli fær brotið á honum að sjáum hvað mikil gæði í þessu blika liði þegar boltinn fara að renna létt á milli manna í tempói, hvað eru góðir í fótbolta þessi gæðir. Það Benedikt. Og Axel þarna í baráttunum með vinnuboltana á honum, duglegar þarna og þá sendi ekki inn fyrir vörðina en nú eru Gróttumenn allt í konum með 4 menn í sóknina, skotalöngu færi og þetta yfir markið. Fínasta tilraun og eru athyglisvert að sjá hvort að Gróttan að nýta sér þennan byr og halda liðinu sínu aðeins framar á vellinum. Benedikt, mikið í boltanum, brotið á honum, aukaspyrna sem að dæmdur á Gróttu og þeir taka þetta höfuð sér Guðmundur Steinarsson og Ágúst Gylfason og það er nú alltaf forvitnilegt að sjá viðbrigði þjálfara, menn horfa á þetta frá nánast sama sjónarhorni en menn túlka þetta alltaf á sinn hátt. Þetta var augljós aukaspyrna en Gróttumennirnir vildu minna að þetta hefði ekki verið aukaspyrna. Alexander og Damir með sendinguna fram miklu meiri ákæfi núna, meira tempo í leiknum og Gróttumenn að býta aðeins frá sér og reyna að búa til leikur þessu. Damir á Gísla, Gísli reynir að koma boltanum út á Höskuld en sendingin ekki betri en það, en boltinn fór beint á Patrik Orra Pétursson, löng sending fram og Axel Freyr Harðarsson þarna í baráttunni og þá Valtýr Már Blikarnir koma boltanum í burtu, Gísli, nú möguleiki, Gróttumenn með marga menn inn á allar helmingi Blika. Og þetta er Ásbjörn hann í baráttu við Gísla og það enda verið Ásbjörn hefur betur en hann var búinn að narta aðeins í hælan á honum nokkru sinnum en Gísli lét vera að svara í sömu myndi eins og hann hefur kannski gert í nokkru leikjum og það er kannski aðeins að stilla skap sitt stundum strákurinn. Hann er nógu góður í fótbolta en hann mætti aðeins vera rólegri stundum. Damir á Alexander. Og hvað ætlar Alexander að gera núna? Eins og ég segi, frábær leikur í honum sá síðasti á móti Skagamönnum. Damir. Og það eru góð tíðindi og hér er hann að búa sér til pláss en sendingin kemur ekki til hans. Hvað með þetta í baráttunni? Og Tómas Mikkelsen vildi meina að boltinn hefði fyrir höndina á Kristófer Melsteð og Sigurður dómari sammála, aukaspyrna dæmd þegar að 17 mínútur eru eftir að leiknum og þá kemur tvöföld skipting hjá Gróttu. Oliver Dagur Tollasíus að koma inn á sem og Halldór Kristján Baldursson
sem var í, gott ef hann var ekki í öðrum eða þriðaflokki, fór þeirra var í öðrum eða þriðaflokki Blika. Hér að Alexander með fína sending á Höskuld. Höskuldur keyrir á Áspjörn og Höskuldur með sendingun á Gísla. Gísli, hvað ætlar að gera? Gísli með lúmskot en hittir ekki markið, var hundfúll með sjálfan sig þarna. Og þá kemur skiptingin hjá Ágústi Gylfasinni að reyna að brýna sína menn. Það Sigurvin Reynisson fyrirliði sem að kallaður að velli. Og Kristófer Melstedt kemur inn í hans stað og Valtýr Már Mikaelsson fer að velli og Oliver Dagur Torlasíus kemur inn á. Já, svona eitthvað sem segir mér það að Ágúst hafi ekki alveg trúið því að Grótta nái að jafna metin og knýja fram framlengingu eða skora 3 mörk og vinna Blikan í venjulegum leiktíma. Það var máli hjá Gróttu að sjálfsögðu þessari leiktíð að tolla í deildinni, halda sæti sínu sem að liðið vann eftirminnilega á síðustu leiktíð og Grótta með 5 stig í kjallararunum ásamt Fjölni í Pepsi Max deildinni. Að gera hérna leyfa fleirum að fá þá tækifæri eða þú hefur ekki trúið að þú farar áfram. Gísli og hann sparkar þetta í leikmann Gróttu sem að hendi sig fyrir hann og aukaspyrna dæmd á Gróttuna. Anton og Anton gaggríndur af sumum en ég hef tröll að trúa þessu markverði. Hann á eftir að reynast Breiðabliki gríðarlegur fengur, spái ég. En þá ungur efnilegur og það má ekki dæma hann út af því að það er þessi leikstíl sem að býður upp á þetta. Hér er það Benedikt. Hann er búinn að skila sínu í þessum leik. Oliver með skiptingun í 8 Höskuldi. Boltinn nær ekki til hans. Patrik Orri skatar þetta í burtu. Og hér verður Gísli að passa sig að bróta ekki. Það eru nú margir Blikar þetta fyrir aftan til þess að verjast þessu og það gerðist þarna. Og kemur skiptingin á Gísla. Gísli komið mitt og hér er það hvað ætlar hann að gera? Hvað með ký tekur skærin, frábærlega gert hjá gæjanum áður en skotið var hörmulegt. Skaut þarna boltanum í hliðinni, búinn að dansa þarna framhjá þeim. Ég hef viljað sjá þennan bolta inni bara til þess að geta horta á þetta mark sem að ég sá fyrir mér aftur og aftur því að þetta var frábær tilþrif á drengnum en skot hans í hliðanettið. Fór illa með þá, mjög gott að valda á skroknum og hér er það Alexander og þá kom ekki í. Hvað með klúraði með 2 færum á móti Skaganum eftirminnilega sem hann hefði getið kælt betur. Hér er Alexander að heyra það mólun og kemur boltanum á Damir. Og þá Gísli. Og Davíð Höskuldur, nú maður farin að kannast við Blikarliði, meiri hraði, meiri ákveð, meiri kraftur. Og Davíð er inn á koma boltanum fyrir, en Patrik Orri bjargar þessu í horn. Þetta er svona eðlilegra fyrir Blika að spila á móti liði sem að kemur þó aðeins framar, losa sig aðeins úr skelinni, en það var alveg ljóst að leikaferð Gróttu ætlaði greinilega byggjast á því að verjast á mörgumönnum og nota svo tækifærin ef að þau kæmu. Höskuldur með hornið og skilja boltanum hér á Gísla. Það var þeir sem unnuðu saman á markinu og hér kemur skot en Hákon Valdimarsson verða þetta og er fljótur hendunum fram en Davíð nær boltanum. Þá Höskuldur, Gísli. Ég ætlaði að segja að Gísli Eyjólfsson var lánaði til Hauka fyrir nokkrum árum og kom svo tilbaka alveg nýrmaður og sem gott dæmi það að það getur stundum verið gott og hollt fyrir unga leikmenn að fara í láni það sem eru að spila með sterkum leikmönnum sem að gefa sætið sitt ekki eftir en Gísli heldur betur komst vel frá þessari dvölju á Haukum. Hér er eins og að brota á Benedikt Varen svona að fara aðeins í tjóðunar á Gróttunni. Oliver
og Davíð þarna með skemmtilega hreyfingu og Höskuldur keyrir hér á Patrik og Höskuldur með boltan. Höskuldur, hvert ætlar hann? Alveg yfir til hægri, þá stingur upp boltanum fyrir aftan varnarmanninn, hvað með með sendinguna og Tómas Mikkelsen vantaði 1 cm upp á hæðina þarna og komur hérna á nærstöngina, kerði á nærstöngina en boltinn aðeins yfir hann. Þannig venjulega baneitraðar staðsetningar í vítateig mótherjana en þegar hann lagt að stað andartaki síðan þá hefði hann náð boltanum. Þá kom hann aðeins og langt. Boltinn tilbaka á Antonara. Oliver. Og þetta höfum við séð Blikarnir gera vel, leysa þetta og þá kemur sendingin fram en Arnar Þór Helgason náði að bjarga þessu í bili. Höskuldur á Brynjólf. Brynjólfur hér í baráttu við Arnar og Brynjólfur leikur þetta skemmtilega á hann og brotið á honum og hvað gera hann? Hann stendur þetta af sér, vel gert hjá honum og þá kemur síðan skot frá Benedikt Varen, boltinn að varnarmanni og Blikar eiga hornspyrnu þegar að 10 mínútur og 30 sekúndur eru eftir að venjulegum leiktíma í þessum leik og það fátt sem betur annars til þess að Blikar verði í pottinu þegar að dregið verður í 8 liða úrslit Mjólkur bikarsins. Höskuldur með hornið. Þeir gera boltinn inn á tegin og þeir ná að skalla þetta í burtu Gróttan á spjöld síðan og hér kemur skot og hörku skot frá Davíð Ingvarsinni með hægri en yfir markið og þetta hefur verið búið að flauta. Já, það eru auðvitað margir leikir í kvöld og við þurfum kannski að huga því hvernig staðan í þeim en Blikarnir eru svona komnir í ansi vanlega stöðu. IBVF vann KA 3-1, FH vann Þór 3-1, HK afturhending þar í staðan 3-2 korter eftir. Sami tíma og hér, Fylkir reyfi gegn Fram þegar lítið eftir. KR 2-0 yfir á móti Fjölni og Víkingur Reykjavík að tapa heima fyrir Stjörnunni. 1-0. Damir Alexander og Benedikt. Ítt á baki á Benedikt á Davíð. Höskuldur fyrir leika. Gísli og Benedikt. Rósa Benedikti, þetta er ekkert grín að koma inn í liðið svona kottungur og standa sig með sóma. Brynjólfur tilbaka á Damir og Antonari og þetta sáum við ekki í byrjun seinni hálfleiks að Gróttan verið með svona marga menn inn á vallarhelmingi Blika. Nú voru þeir 5 hvorki meira en minna og hér er aukaspyrna á Gróttuna. Óskar er svo gamall íslensku fjárhundur þegar hann arkar hann á hliðalínunni. Geltir kallinn alveg voðalega og það heyrist vel núna þegar að áhorfendur eru ekki á vellinum. En Óskar er mikill meistari og er að gera fína hluti með Blikana. Damir Alexander ég fer ekki dult með aðdómum mín á þessum leikmanni. Benedikt og vel gert í á drengnum, setur boltan út í kantinn og Höskuldur tekur boltan við þessu, keyrir eins og hann gerir best á vörnina og tekur skærin upp að endamörku, kemur honum fyrir marki og brotið á Tómasi Mikkelsen að hvað? Nei, segir Sigurður. Það þarf eiginlega að stinga rýtingi í bakið á Tómasi Mikkelsen til að hann fá eitthvað því að hann og Brynjólfur hafa verið svolítið svona erfiðir fyrir dómara og hér kemur enn en skiptingin hjá í 5. skiptingin hjá Gróttu og það er Gabriel Hrannar Eyjólfsson sem kemur inn á. Hér er það Benedikt og
Gísli, sáðu hvað Gísli gerir núna og ekki brjóta Gísli, hlöftu bara með honum, að nóg margir menni til varnar. Oliver gerir þetta vel. Já, ég er hættur að einhverjum Pepsi Max deildarleik hefði Gísli jafnvel þriðið aftan í hann, en hann er í tvígang búinn að lenda í þessari stöðu og hefur setið á sér og það er gott. Hotspinna sem að Grótta fær þegar að styttist til leiksloka hér á Kópavogsvelli og hér er hætta við markið og þarna hefðu Gróttumenn hugsanlega geta gert betur. Boltinn hann inn á tegin og engin bliki nálægt, en hann seig þarna fram hjá nefbrotinum á einhverjum 2-3 Gróttumönnum áður en að boltinn endaði fyrir aftan markið. Oliver, nú deildarleik þessara liða í 14. júní lauk 3-0 með 3-0 sigri Blika og við þyrftum að fá svona 1 mark í viðbót til að það var svona enn meira gaman að þessu að þeirra komið verstunum að nefnleik og við komast hvorki í löndusturend. Damir á Benedikt tekur sprettinn, vippar honum fram á játtina Hvammi og Hvammi nær boltanum og stígur sér fram hjá. Þarna hikaði varnarmaður og Hvammi leggur boltan upp og hér er Brynjólfur leggur hann í markið. 3-0, Hvammi með sendinguna og Brynjólfur Andersen Willumsson, ekki Andersen og Lát eins og þetta var í galanda fattaverslunin. Brynjólfur gerir þetta meistarlega og þetta er eitthvað í leik Brynjólfs sem að þarf að koma sér í gang við að skora fleiri mörk, gerir fullt af fínum hlutum og maðurinn sem að skartar hártísku 20. og 3. aldarinnar, hann er að skora hér 3. marki og ég baði mitt marki viðbót og mér var það ósk minni 3-0 er staðan og ansi vanleg staða fyrir Breiðablik þegar að 5 mínútur eru eftir. Já, nú eru varamennir einhverjir 3 að koma inn á og ég get ekki betur að segja en að þessi Ímir Halldórsson sem er að klæða sig úr og alltaf komið þó ekki inn á í hjarta varnarinnar. Sjá til og Blikarnir halda hér áfram. Höskuldur og Gísli, Benedikt og Höskuldur. Það er ekki amalegt að taka svona út elstu menni í Blikaliðinu og setja ungu menni inn á til að, og hér er Höskuldur með skot sem að fer að varnarmanni og þá Hvammi skemmtilegu Hvammi og það er ekkit gaman fyrir varnarmann að leika mótónum þegar hann er í essinu sínu og er það Alexander og hann er tóðað niður aukaspyrna sem að Blikar fá og þá held ég Óskar að gera hér hugsanlega 3-falda skiptingu. Þeir eru komnir hérna úr keppnistrefunum. Ímir stór og stæðilegur og það er Hlynur Freyr Karlsson, hugsið ykkur. Þetta er næsta kynslóð Blika. Kristján Gunnarsson í fyrsta sinn í hóp held ég örugglega og hann er að koma inn á í treyju númer 19. Hann er hægri bakhverfur en þið þurfa að bíða eftir skiptingunni. Hér ekki boltinn inn á teginn og Gísli og þá kemur Höskuldur, stingur orðum degi fyrir en Blikar ná ekki nýta þetta. Damir þetta komið fremstur og hér eru þeir að koma inn á Ímir Halldórsson, fæddur 2002 og hann kemur inn á þessi stóri og stæðilegi strákur Benedikt Varen sem er nú á sama róli og þeir, hann er fæddur 2001 og Hlynur Freyr Karlsson fæddur 2004 að koma inn á líka sem og leikmaður númer 19 Kristján Gunnarsson. Þetta er frábært hvað mikið farin út af og einnig Davíð Ingvarsson en ég var svona aðeins að gæla við það, það er gaman að taka elstu menn út af bara til að búa til svona skemmtilega sögum að Blikarnir hefðu endað þennan leik með já nánast allir fætt eftir síðustu aldamót en svona er þetta. Þetta eru framtíðamenn. Damir og Tómas Mikkelsen
Löng sending fram og það er það Anton Ari sem að grípa boltan. Hlynur Freyr leggur boltan hér út á Ímir. Höskuldur. Ímir færa nattur á Oliver. Alexander leitar tilbaka og þá kemur Hlynur Freyr og það er ekki að sjá annað en að þessi drengur hafi spilað fullt af leikjum. Fær að koma mikið við boltan hér þessar mínúturnar en sendi ekki hann tilbaka á Ími aðeins fyrir aftan henni. Höskuldur heldur lífi í þessu og blikandi ná að halda boltanum inn á. Höskuldur. Arnar Freyr með langa sendingu fram og rangstaða dæmt þegar að síðustu sekúndurnar í venjulegum leiktíma eru að renna hér sitt skeið. Damir. Og strákurinn ungi, Hlynur Freyr fær aukaspyrnu. 3 mínútur er uppbótartíminn, þannig að blikarnir, ég segi svo Jón Áskjöfsson, gamall íþróttafréttamaður sem að sagði þegar að 2 mínútur voru eftir í einhverjum handboltaleika og munur var 10 mörk að ég er farin að spá því að Íslendingar vinni leikinn. Ég held að Breiðablik vinni þennan leik. Þið heyrðu það fyrst hér. 4-0. Flott frammistaði hjá Blikum. Liðið oft kannski einhverjum í fyrri hálfleik og spilað betur að meiri kraft og meira tempói en í seinni hálfleik komu gæðin heldur betur í ljós eftir að þeir skoruðu annað marki að þá er þetta bara orðið leikur kattarins á músinni nánast. Alexander og miklu meira pláss fyrir menn að spila og hlaupin eru markvissari og auðveldar að komast í boltan. Alexander og þá kemur fín sendingið út í kantinn frá Hlyni og sendingið fyrir. Hlynur búinn að koma gríðarlega mikið úr boltinn þessar örfáu mínútur sem hann hefur spilað. Oliver farin í miðvörðarstöðuna. Alexander á Brynjólf. Það Brynjólfur að skora eitt í annað mark og hér kemur sendingin inn á hann og Brynjólfur og rangstaða segir aðstofadómarinn og Veifar. Leikmönnum Blika er alveg sama því að það skiptir ekki máli hvort þú vinnur bikarleik 3-0 eða 4-0. Málið er afgreitt. Hér er Brynjólfur í baráttunni en Grótta nær boltanum en þetta er svona dauðateginnar eða síðustu andartökin sem að þeir eru að reyna að rétta sinn hlut og hér nær Höskuldur kemst inn í sendinguna. Þess sendingin er allar á laumunum inn á Tómas Mikkelsen en Gróttan er að berga þessu. Oliver reyndur þarna og gerir þetta vel og það er alveg yndislegt að sjá Hlyn Frey Karlsson hann inn á miðjunni. Hann er alveg eins og kóngur, spilar eins og greifi þessar fáu mínútur. Níko, hér er það Brynjólfur og sendingin hann er sloppinn í gegn. Brynjólfur og Brynjólfur með skot og hann skora hér 4. markið. Brynjólfur Andersen að skora annað mark sitt í leiknum og staðan orðin 4-0 og þá liggur einn leikmaður Gróttu eftir meiddur á vellinum en ég held að Sigurður Hjörtur Þrastarsson fari nú örugglega bara hreinlega að flauta til leiksloka því að þetta er búið. Það er ekki tilgangur með því að láta leikinn halda áfram. Blikarnir búin að klára þetta. Brynjólfur með annað mark sitt. Kvami Kí með fyrsta markið. Gísli Eyjólfsson með mark númer 2 og Brynjólfur með 2 síðustu mörkin og vonandi veit þetta á gott fyrir Brynjólf
Því að hann á það svo sannarlega inn í drengurinn að skora og hann á eftir að skora fullt af mörkum ef hann heldur þessu áfram. Gerir þetta mikill í yfirvegun og kom Blikum í 4-0 sem að verða væntanlega loka tölu leiksins. Sigurður flautar núna til leikstokka. Leiknum lokið á Kópavogsvelli. Þessum síðasta keppnisleik Breiðabliks í hálfa mánuð að minnstakosti. Hlé verður á fótboltanum hér heima. En vantarlega dregið í bikarnum einhvern tímann í millitíðinni. En Blikarnir vinna þennan leik örugglega við 4 mörkum gegn engu og komnir í 8 liða úrslit. Flott frammistaða. Ekki kannski besti leikur Blika í sumar, en það þurfti að hafa fyrir hlutunum. Og við fyrir að ljúka þessu. Heisi Heisason, Blikar TV, sáum þessa útsendingu og stjórnandi Einar hjá Keflavík TV. Við þökkum Keflvíkingum. Þeir eru aftur í heimsókn í bikarkeppninni. Þeir voru hérna í heimsókn í bikarkeppninni þegar þeir gáfu Blikum heldur betur leik. Og myndataka var í höndum Sölva Santos, örfættu leikmanni Breiðabliks, en hann einnig frábær myndatökumaður. En við Arnar Björnsson heiti ég og við förum að ljúka þessu. Þökkum ykkur samfylgdina. Flottur sigur Blika, vinna Gróttu með 4 mörkum gegn engu. Takk fyrir kvöld, verið sæl. Ígó, góðan daginn. Get ég aðstofa þig? Jæja, Drík. Nei, sælir. Já, eitt svona. Sælir, klart? Ég man ekki eftir því fótboltaleik.